Komið sæl og blessu, kæru naut. Þá komið að lestrinum ykkar. Spilin ykkar er komin á borðið til að spara tíma og okkur er ekkert að vanbúnaði annað en að byrja að lesa. Nautin mín góð, ég sé hérna sáran missi. Mér sýnist eins og einhver hafi farið út úr lífi ykkar í náinni fortíð, eftir veikindi og eftir að hafa verið fjarverandi úr ykkar lífi líka í dálítinn tíma að mér sýnist. Ég samhryggist ykkur ef að svo er og einhverju hluta vegna virðist þetta koma upp í spilunum hjá ykkur. Þetta getur verið manneskja sem að þið saknið og hafi verið að syrgja að undanförnu, en mér sýnist það erfiðasta varðandi það vera svona það bil að fara út úr lífi ykkar, það er að segja þið eru farin, kæru naut, aftur svona að opna ykkur fyrir hinu jákvæða í lífinu. Hér eru þið að fá inn mikið heppnisspil sem að hefur jákvæð áhrif á öll önnur spil í kringum það, og einhver ykkar eiga aðdáanda sem að ef þið vill á eftir að gleðja ykkur með gjöfum eða blómum. Þessi fallegi blómvöndur hérna í miðri lögninni, þetta getur líka verið til marks það að þið séuð að blómstra eftir erfiða tíma, og þetta fráfall getur ef þið vill hafa tekið á ykkur og tekið af orkunni ykkar í langan tíma áður en að því kom, ef þið vill hafið verið að huga að veikum einstaklingi eða einhver í fjölskyldunni eða náinn ykkur hefur þurft mikla umönnun. En tíminn ykkar er núna til að blómstra, kæru naut, og mér sýnist að heimilið ykkar hafi líka verið dálítið vanrækt að undanförnu, en núna er akkúrat tíminn til þess að, taka til, henda hlutum. Ég veit að ekki allir hafa gaman að því þegar það er verið að minnast á það, en það sem að vantar eiginlega, það er svolítið að gefa nýja lífinu þínu meira rými. Og við gerum rými í lífi okkar bæði andlega og líka efnislega með því að svona losa okkur við óþarfa dót sem er að íþyngja okkur. Ég er ekki að tala að þið eigið að losa ykkur við allt sem þið eigið langt í frá. En einhverja vísbendingar eru hérna að það þurfa að fara að huga að því að gera heimilið fallegra, skulum við segja. Sum ykkar, kæru naut, fara kannski bara alla leið og fara í flutninga og kaup og sölu á heimili, en það á alls ekki við ykkur öll. En heppnin er með ykkur, ef þið vill hefur fjárhagurinn vænkast eða mun vænkast núna næstunni, og allt gott það að segja. Framundan er hérna falleg tenging við fortíðina. Það getur verið aðili sem að þið þekki úr fortíðinni, gamall vinur, gömul ást, gamli skólafélagar, vinnufélagar, eitthvað slíkt, og sérstaklega ein manneskja sem að komið er hérna inn á, sem að ásvöldið eftir að eiga athygli þína. Ef þið vill að fara að ferðast á æskuslóðir eða fara aftur á einhvern stað þar sem að þér leið vel,
í fortíðinni. Þetta verða fallegir endurfundir og mér finnst eins og þú sért að fara að sækja svolítið í fólki sem að skilur þig. Hér er heiður og viðurkenning fyrir þig, fólk sem tekur þér fagnandi, augnablik. Aðeins að lækka í tónlistinni og var hann yfirgnafa röddina mína. Fólk sem tekur þér fagnandi, já. Þú ert ef til vill aðili í þessum hóp eða í lífi þessari manneskju sem þú ert að fara að hitta, sem að kemur til með að skipta hana máli. Og þetta á bæði við hvort sem konu eða mann er að ræða. Og heiðurinn og viðurkenningarnar er eitthvað sem að þú skalt varðveita, því að það er allt saman fallega og vel meint og þú ert að fara að gera upp líka einhver mál varðandi þessa fortíð. Einhverjir lausir endar sem að kannski þurfti að huga að. Síðan færðu hérna lokaspil sem er svolítið úr takti við annað, en það er spil sem táknar ósigur. Ég er að reyna að láta það fitta inn í þessa sögu sem ég er að segja þér og ég ætla að taka eitt spil hérna að auki. Ok. Þetta eru gamlar hugsanir, gömul líðan sem er að koma upp á yfirborðið, varðandi það að þurfa að byrja nýtt líf. Eftir þessar miklu breytingar sem hafa orðið í kjölfarið á þessu dauðsfalli, þá er þetta svolítið erfið byrjun fyrir þig að þurfa að breyta miklu í þínu lífi og ef til vill þarftu bara að gefa þér meiri tíma í það. Þessi tilfinning að hafa tapað, hún er kannski ekki alveg eitthvað sem þú átt að taka mark á, en tilfinningar eru tilfinningar og við slökkum ekki svo auðveldlega á þeim. Ok. Hvað sem það er, kæra naut, þá er hérna allavega falleg ný umbreyting framundan. Svo er hérna eitt spil fyrir þig. Já, hér er verið að tala að það sem að þú sért að sækjast eftir sé á næsta leiti. Your desires are within reach. Hafðu trú, sýndu þolinmæði, leyfðu þér að gleðjast og hlakka til og þú getur andað léttar. Hlutirnir eru greinilega að fara að ganga þér í vil. Það getur verið erfið tímar framundan, en haltu í trúna og haltu í vissuna að þetta verði í lagi. Konan fagnar hérna innilega. Síðasta spilið, kæra naut, það er hérna englaspil sem kemur hérna til þín og það heitir Let Go eða slepptu tökum. Leið og þú sleppir þörfinni fyrir að stjórna, mun orka þín, það mun slakna á orkunni þínni og þá ertu betur í standi til að draga að þér það sem að þú þráir. Þetta er svolítið svipað og hefur komið hérna fram, að það að sleppa þessu gamla og taka á móti þessu nýja, búa til nýtt rými og vera tilbúin að svolítið að byrja upp á nýtt. Ok, kæru naut.
Ég vona að þetta hafi sagt einhverjum eitthvað. Ef þú vilt persónulega lestur bara fyrir þig, þá getur haft samband á Messenger á Facebook síðunni minni Ljós og kærleikur.